ætlum við að ræða fasteignamál þegar líður á spjallið, ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja, hent þeim til hliðar og skrýtt sig fyrri nöfnum, en það sem varðar fleiri Íslendingamáli hvað svona gerast á fasteignamarkaðinum heilt yfir, og hann kominn hingað, hann Páll Heiðar Pálsson, fasteignasali, vertu velkominn. Kæra þakkir. Ég hef verið í nokkrum veislum undanfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft einn fasteignasali í hverri veislu. Já. Og þeir byrja alltaf á því að segja nei, það er ekki frost, nei, það er ekki frost, nei, það er ekki frost á markaðinum, og þá fer maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðinum fyrst að allir fasteignasalarnir allstaðar byrja á að tala að það sé ekki frost. Nei. Hve dauður er markaðurinn sem stendur? Ég tala bara út frá tölfræði, sko. Þetta eru svona, mér reiknast til að á þessu ári þá eru meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi. Okay. Þannig að það er svona meira heldur en fólk ímyndar sér. Þetta er náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra. Er það ekki meira? Er munurinn ekki meiri? Nei, munurinn er ekki meiri nefnilega. Okay. Og það er töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu fráviks ár út af Grindvíkingunum. En meiri sala heldur en var 23 þegar vextirnir fóru sem hæst, sko. Þannig að þetta er allt í lagi. Íslandsbanki gerði rosalega flotta greiningu, tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðri með innan heitur eins og var 21 og náttúrulega 2007 og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann er ekki kaldur og hann er svona rétt undir því að vera volgur, ef maður getur sagt það þannig. Þetta er allt í lagi, þú veist, það er bara staðan, sko. Við erum kannski undir áhrifum á þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, og það náttúrulega spísar fólk sitt tal, það yddar og íkir. Og það voru ansi margir sem héldu því fram að það væri bara allt bott frósið rétt fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, en það er svolítið ekki þannig. Það er ekki frósið. Þetta er, sko, ef ég þyrfti að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna eða eins og var 21, þar sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum sem náttúrulega er raun og veru undanfarið þeirri stöðu sem við erum í dag, þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna. Þú veist, fasteignaverðið er standi í stað, það geta allir keypt, það geta allir selt. Það er hins vegar áhugaverð tölfræði í dag, sko, er að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu er í kringum 885.000 á fermetrin. Meðal söluverð er hins vegar í kringum 800.000. Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu, að þær eru mjög líklega bara ofhátt verðlaðar. En ekki óseljanlegar, það er það sem þú Nei, ég meina ef þú setur eign á markað og hún er auglýst á markaðsvirði, þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga, eitthvað svoleiðis. Það er komið kaupandi. Foreldrar ungs fólks sem að nálgast fasteignakaupa aldur spyrja mig, af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér, biðja mig að spyrja mann eins og þig, hvort þessi góðu tími núna til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna er, eða hvort fólk er að bíða. Ef þú segir satt aftur. Fasteignasalar er eina stjættir sem spyr, please, viltu segja satt? Þú spyr aldrei kokka við að segja satt hvort það er gott ef maður horfir bara á hvenær er gott að kaupa og hvenær er gott að selja. Þú veist, gott að kaupa að þegar frambúðið mikið, eftirspurn lítil, og hvenær er gott að selja, það er þegar eftirspurni mikið og frambúðið lítið. Nú er frambúðið mjög mikið og eftirspurn er í svona hófærð, ég meina það hefur verið meira eftirspurn. Þannig að það eru allar aðstæður og það er mjög margt bendið til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur. Og þú nærir verðinu svolítið niður. Þú getur samið, en það er svona rauðflögg. Þú þarft að, sem betur fyrir eru kaupendur orðnir mjög klárir í dag. Þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er. En
en það eru svona En hvaða rauðu flokkar? sko rauðu flöggin eru þau að vita nákvæmlega hvort að verðið og eignir sem þú ert að kaupa sem hefur áhuga á, sem auglýst hvort þetta sé sanngjarnt og ósanngjarnt verð þannig að ef við tökum sem dæmi bara það er 60 milljón króna íbúð og það er sett á hana 69,9 hún er búin að vera 3-4 mánuði í sölu svo kemur einhver inn og býður í hana 67 viðkomandi upplifir það að hann sé kannski að fá 3 milljón króna afslátt á meðan ég upplifir það að hann hefur kannski borgað 60 miljónum mikið. Þannig að sko kaupendur í dag að ef þeir eru rosalega vel undirbúnir og það er fullt af verkfærum til þess að sjá og meta verðgild eignarinnar auðvitað getur verðgildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það eftir að endurnýja allt í íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem er kannski selst á hærra verði þessu búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni þannig að það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg séð 200.000 króna fermetra verð á fermetraverði innan bara þessuna sömu götuna en já, ég get með svona góðri samvisku ef ég get orðað að noti satt að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvisku að segja að þetta er allavega ekki slæmi tími til að kaupa. Nei. Þú veist, þetta er eins og 22 í mars 22, það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma. Ef þú getur kríað út nokkra millur frá foreldrum þínum, þá er þetta ágættur tími til að kaupa. Já. Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast, þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undantekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fé einungis. Já, það fær beinið óbeina hjálpi. Ég var einmitt með kynningu hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun daginn fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með fyrirlestur sem satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að og það er að fá hann í spjall hann er að komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimi hefur farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 krónur útborgað og það sem mjög margir detta er að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þér, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgarnir á lánum, þú ert ekki borgar leigu í raun og veru ættur bara skamta þér 50 til 100.000 og safna 400.000 mánuði. Meiri aga. Miklu meira. Sleppa, kaupa nýjan iPhone, sleppa utanánsverðum. Þú veist að með þú ert að safna, þá er þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni. En þess að það hefur ekki verið öll þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag. Það hefur aldrei, bara eins og þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu eign, þá var ekki til eitt sem heitir hlutdeildarlán. Þá var ekki til eitthvað sem heitir 90% lán. Þannig að það er svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40%, þetta er aldrei gerst í sögunni að yfir 40% af þeim sem keyptu fasteignir í síðasta mánuði voru fyrstu kaupendur. Þannig að það er alveg ótrúlega tölfræði, þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta er gert með hjálp, það er alveg á hreinu. Þetta er áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður. Sko. Hvernig keyptir þú fyrst íbúðina þína? Já, ég var á milli 2030, man ekki alveg. Hvar var hann? Manstu hvað hann var? Hún var fyrir norðan. Ok, Akureyri? Akureyri. Já, manstu hvað borgaði fyrir hana? Já, 4,9. Já, og örugglega upplifað að borgaði mikið. Ég var reyndar svolítið hrifinn af þessum díl sko. Já, ekki. Minnir hafa verið sett á 5,3. Já. Hlutfallslega var þetta gott. Það er rosaleg. Já. Náði niður 400 skall af 5,3 sko. Já. Og hvernig fjármagn er þetta? Hvernig var þetta? Með lífeyrissjóðsláni. Hvað manstu hvað á hátt? Það var 1 milljón. Lánið? Já. Varstu með hitt í útborgun? Nei, ekki allt. Nei. Ég var með annar lán. Já, ok. Hvaða helvitslán var það? En hvernig safnaðir þið fyrir útborgun? Það hefði bara gerst á löngum tíma. Sko. Já. Það er endilega svolítið þegar ég spyr fólk sem er sko komið yfir 50 eins og ég að þá er bara svarið yfirleitt bara ég vann bara meira. Ég fó bara á land og líka þá gæti maður líka borga útborgun yfir ár. Skilur eins og þegar ég kaupi eignina fyrstu íbúðinu mínu upp í Gaukshólum kaupa hann á 5,7 milljónir 1997 og útborgunina gæti ég borgað yfir 12 mánuði. Það hjálpaði mjög mikið og það reddaðist. Þannig að nú þarf maður að breyða 10 milljónir. Já. Veist. Já, ég segi stundu söguna pappa sem var svona í hálfgerðu vistarbandi sko, hann var ekki elsti sonurinn, ekki sá sem tók við búinu og
bjó bara með systkinu sínum þarna í sveitinni í Vogum í Mývatnssveit sko. Já. Svo kemur mamma til sögunar, töluvert yngri kona heldur en hann var. Ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálægan sveitabæ. Pabbi verður skotin í henni. Já. Þykist vera að selja kálf. Já. Hann sagði það alltaf við hérna kallana, já ég er að reyna að selja kálf. Þá lappaði hann yfir á næsta bæ og kisti mömmu sko. Lítið flott hjá hann, alltaf að selja kálf. Já, notaði hann sem afsökun kannski. Já. Einmitt, það þurfti að vera, þú náttúrulega gast ekki sagt þínum hérna frænd systkinum að þú væri bara að eyða tíma á einhverja vitleys, einhverja rómatík. Akkurat. Það var betra að reyna að selja hann kálf. Þau allavega kynnast ekki á Tinder. Nei, þau kynnast ekki á Tinder. Síðan hérna verði ástangin. Já. Og pabbi þau ákveða að rugla saman reytum og pabbi ákveður að hérna fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera það besta þegar fólk hefur kynst hérna, konu, þegar bóndi hefur eða kall hefur kynst konu og hérna hann fór til Vestmannaeyja og hann var þar held í 6 mánuði og hann kom tilbaka með pening sem dugði til þess að hann reisti sér hús. Og hvað fór hann að gera í Vestmannaeyjum? Fór hann þá í... Ég held að hann hafi bara unnið 22 klukkutíma af 24. Já. Í fiski þá eða hvað? Já, bara á öllum mannskotanum. Já. Pabbi var laghendur sko, hann gæti riggað upp húsum, hann var sjálfur múrari, byggingamaður og bara svona flinkur gæi sko, mjög þægilegur. Og hérna, og hann sem sagt, hann reisti sér hús eftir 6 mánaða afkomu. Og hann leyfði sér aldrei neitt nema einu sinni. Einn sunnudag var hann í aðstæðum þar sem hann var næstuð í dauður úr þorsta. Og hann var alltaf með samviskupið út af þessu atviki. Að í stað þess að reyna samt að harka af sér, hann var einhverju mjög öðrum aðstæðum, það var ekki aðgengi rennandi vatni. Þá kaupir hann sér eina maltflösku. Eina flösku af malt. Slá um sig. Þessi kaup nöguðan alla hans hunds og kattartíð eftir þetta. Það hafa leyft sér þetta? Já, að hafa leyft sér og sko það var aumingjaskapur. Hann þurfti ekki að gera það. Hann hefði átt að geta bitið á jaxlinn. Já, akkurat. Þetta er nú sko það sem við er að eiga. Þetta er samanburður. Akkurat. Ég meina ég með mjög eftirminnilegan kaupanda sem er sem sagt vinur dóttur mínar. Já. Óbúslega vel gefinn var handbolta fyrir hérna Vestló, brillera þar, útskrifast þar. Hann hendir sér bara sjóinn, næsir í fullta pening, er síðan að læra upp í Háskóla Íslands og sem sagt næri peningin og kaupir sér íbúð og hann leigir hann út bara til að koma sér inn á markaðinn. Þetta er inn á ár síðan sko. Þannig að sko þú veist, þetta er svona, stereotypan fyrir Vestló, þú veist, strák sko, er ekki að fara á sjóinn og bara taka á því sko, en hann gerði það. Það er virðing að það. Algjörlega sko. En við verðum aðeins að taka dugnaðinn og agan og upphefja það aftur til vegs og virðingar sko. Algjörlega. Það er nú sláandi að heyra það í Ráðhúsinu ef rétt er að það þurfi bara einhver sérlög það er að spyrja Hildi betur hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna bara, þú veist, en gömlu kallarnir mínir eins og ég kalla þá í Vesturbæjarlauginni hér, þeir eru líka farnir að undrast, þeir eru búin að vera þarna í áratugi og þeir skiluðu svo sannarlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag og hafa fylgst með bara sundlauginni sinni og hittbótunum í áratugi eftir að þeir hætti að vinna og þeir lögðu svo sannarlega sitt fram. Þeir sögðu, það er eitthvað dularfullt við það ef það er gott veður, þá geta allir hætt að vinna. Allir eru komnir í sólbað hérna. Þannig að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðinn, festuna, agan, reglusemina og bera virðingu fyrir þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir. Það er það sem þarf að gerast núna og það verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili sem er svona tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hagvaxtarskeið. Það er bara að framleiða meira og það þýðir það að við þurfum bara að vinna meira og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búa til meira og selja meira. Þá farið hjólinn á stað og það gerist bara með vinnu. Það gerist bara með vinnu.
Harkan 6. Harkan 6. Við erum alveg óhrætt við það. Já. Íslendingar hafa alltaf verið... Við kunnum þetta. Já, við erum góð í vinnu held ég. Það komið smá rík á margt að því besta í okkar fari. Algjörlega. Og ná aftur í það. En nú ætla ég að leiða hugan hérna að einum hópi sem svolítið viðkvæmur. Það hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni en ekkert mjög mikið. Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni skuldirnar hækka allmargar milljónir, kannski 20 milljóna ef þetta eru hálán og það ekkert rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komið niður og við erum sammála það að ef verðinnar það sama í dag og það var fyrir ári eða 2 þá náttúrulega raun lækkun að ræða með verðbólguna, kannski 5% verðlækkun og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáfur. Þessi hópur, hann brothættur núna. Ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutdeildarlánamarkaði. Það sem þarft í raun og veru bara 5% útborgun. Út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtryggða lánið, að eigið féð þess farið. Auðvitað gerir maður ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorgleg staðreynd í núinu og þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk ef að þú þarft ekki að selja í dag ekki selja, skilur, auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þú þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski miklu starri þingri þætti heldur en bara peningar að en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja. Þú veist, ég var alveg heiðarleg með það. En eins og segi, góð tíma til að kaupa. En svo eru margir að skoða það og ég meina bæði Samtök Iðnaðarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinberlega að þeir hafa áhyggjur af því sem koma skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna þá gætu við og það er bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti. Og það má alls ekki gerast. Og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verðbólgan fyrir upp, við aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja. En einhver myndir nú segja Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að áhyggjur af sjálfum sér og hvað hann hagnast ógeðslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin lítil og svo framvegis, þannig að ég vil nú halda því til haga. Já. Þeim líður ekkert illa. Heyrðu, en sem sagt þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lagi að selja núna, það getur verið ágættar aðstæður til þess en ekkert endilega. Spurningin er bara önnur spurning sem að mjög margir spyrja sig núna, það er þegar hjólinn fara aftur að snúast, þegar vextirnir lækka aftur og kannski lækkaði hratt, við veitum það ekki. Áttu þá vonaði að fasteignaverð bara spýtist upp 10, 15, 20%? Eða hvernig segir það fyrir þér? Sko, það undirliggjandi mikil press á markaðanum. Það eru þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keypt sér fasteign. Það er þannig. Sem raunir geta það ekki núna. Og eða einhverjum ástæðum treysta sig ekki til þess að halda sér höndum. Þessi hópur býður og það eru raunverulega ráðgjörði því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi þeir eru bara býðið til að selja lagri sem nú þegar að því að það eru vandamálin í byggingamarkaði að þá raunverulega hægt á því að þeirra vextur og verðbólgu, þetta raunverulega það sem Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af að þessir kaupendur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi. Það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt, eitthvað svoleiðis. Það ekkert að því að það gera það. Og bara alveg svo mjólkulítrinn eða snúðurinn eða kókumjólkin. En þegar það fara að hækka umfram það sem eðlilegt og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stækka við sig, það eru hættul. Til með að segja svo bara 2007 þá hækkaði fasteignaverðið 30% og kaupmáttu bara 1%. Þetta var svo augljós bólumyndun. Þannig að þessar tölur þurfa að tala saman
Þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af, að það verði skortur. Þess vegna hef ég svolítið verið að höfða til sveitafélagana að halda áfram að hanna og skipuleggja útluta lóðum, þannig að það sé ekki skortur þegar það lagarinn sem núna selst, það sé aftur, það eitthvað sem tekur við, skilur mig. Þannig að og það bara, það þarf að búa til þá hvata. Þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta. En svona miðað við horfurnar þá les ég það út úr því sem þú ert að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur en steinsteypu. Já, ef þú horfir bara á hreina fjárfestingu þá hefur hún hækkað meðaltali 9,6-9,7% á ári síðastliðin 30 ár og ég vil meina það að það mun halda áfram á næstu 30 árum. Já. Þannig En ekki þannig þrátt fyrir þessa miklu verðhækkanir að við höfum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja að við höfum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga sem hafa verið hérna að vinna í ferðaþjónustunni að þú veist það sé ekkert viðbúið að þeir verði alltaf hérna, það getur komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona. Já, það er svo líka umræða sem líka að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir að bara á næstu 40 árum að detta út. Þú veist, það er babyboomerarnir, fólk sem fætt á árunum 40, 60, 64 sem ánarði 80% öllum auði í heiminum í dag. Að þessi kynslóð er hægt og rólega að detta út og þá er nefnilega eftir 40, 50, 60 ár tala ekki aðeins lengur og þá er raunverulega hægt að því að það verði offramboð af fasteignum. En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það er bara lottó, hvort þú ert fæddur 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sumar kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða fasteignakaupin, verðbólgan sem tók óverðtryggðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu. Og á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko og orðið sem að gerir allt brjála núna þessi þriggjastafa skammstöfun ESB hættir þeir eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi aðgerð hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild að ESB. Ég skoðaði þetta aðeins. Ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteignamarkaðinn, hvernig hann þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB. Öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipað umhverfi hjá okkur í dag. Og fasteignamarkaðurinn rauk upp. Írland er kannski held ég besta dæmið, af því að þar voru vextir svipar og er í dag núna. Allt í einu fóru þeir niður í Evrópavexti og fasteignin verið fjórfaldaðist þarna á einhverjum 10-12 árum. Það er ekki gott. Það þýðir það að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að tekur þið bara hærri lán og en auðvitað er þetta náttúrulega gamla hagfræðin framboð og eftirspurn. Eða væri nóg framboð og nóg íbúðum í gangi til þess að bara eins og til dæmis er á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg framboð, þannig að fasteignamarkaðurinn rjúki ekki þar upp. Ég held að þróunin yrði sömu svipuðum hættu hérna á Íslandi. Fasteignaverðin myndi hækka. Já, sko, eftirspurnarliðin er svo fljóta að breytast. Bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðinn, sem dæmi Grindavík. Fyrstu 6 mánuðina 2024, þegar þessi Grindvíkingar koma á markaðinn, þá hækkaði verðin 10%. Framboðsliðin, hún eins og tekur svo langan tíma að breytast. Það er svo erfitt að breyðast við í hratt. Og þannig að nema þá, að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt er, með því að byrja skipulag, úthlutun lóða, þannig að það er allt tilbúið til þess að byrja að byggja. Þannig að það er ekki eða 2 árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar þörfin skellur á. Þannig að En jafnvel, sko, mér finnst þú samt ekki alveg vera að svara spurningunni. Nei, fyrir ekki. Sko vegna segjum sem svo að þetta myndi hækka
verðlagið Já. á íbúðum en særu svo fyrir þér að yrði bara alltaf eins skilurðu skipti ekki öllum máli hvort börnin fæðast 2025 2030, 2035 2040 það sé ekki þessi efnahagslega óvissa þetta skopparabolta hagkerfis ástand sem verið hefur að það yrði bara það yrði verðhækkun eins og þú segir en síðan yrði bara kyrr markaður akkurat. Hverju svarar því? Kannski ég komið einhverja svona öðuldari spurningu sko heiðalegasta svarið náttúrulega bara ég veit það ekki Nei. Sem gilt svar Já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fasteignaverðið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag en þeir hafa átt í mjög miklu erfiðleikum það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sína fyrstu eign miklu lengur heldur en hér og það raunverulega ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun íbúð heldur en hér þannig að ég svona bara ég veit það ekki það raunverulega heiðalega svari hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það hagkerfi, íslenska hagkerfi svo ólíkt öðrum hagkerfum þannig að það er svo erfitt að bera saman með dyntóttan gjaldmiðil mikinn kostnað við hann sumir segja að hann sé góður til þess að taka af högg en hvað kostar hann þetta allt saman mjög stóra spurningar og erfiðar það er gott að maður ekki að svara það sjálfur nei svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðla ef við viljum taka allt gjaldmiðl það hefur umræðum dollar og kanadíska dollar, frankan það er búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin án annan gjaldmiðil en að standa utan ESB þú voru að tala það það eru heldur ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli restin af með sameiginlega gjaldmiðl restin af löndunum bara með eigin gjaldmiðl þannig að það verður bara komið ljós ég veit það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari, það er heiðalegt svar Það var einn að segja satt algjörlega þó ég sé fastar þess að einmitt en sko ég ætla að lokum Páll Hreiðar Pálsson að biðja þig að fara yfir alveg stórfurðulegt mál sem að varða nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson eru menn að ræna nafninu Hvað er í gangi? Ég veit ekki hvað maður halda ég veit ekki hvað ég get sagt sko en staðan bara svo að talaðu nú við hlustendur áhorfundur sem að vita ekkert hvað hangir á ég skal útskýra fyrir mig bara við séum bara góði félagar og ég maður bara ég veit ekki alveg hvernig maður bregðast við þessu en málið það bara ég stofna ásamt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkurum árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og ég var eitthvað skeptiskur á nafnu til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðurnafn sem ég er mjög stoltur af og við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist, með blóð, svit og tár og svefnlösum nættunóttum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki Mikil vinna en gengið ágætlega Já, bara, þú veist, bara algjörlega við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur, þú veist, bara við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskiptavinnu og svo framvegis en síðan gerist það að í fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki mín í eigu og ég fæ sem sagt tölvupost þar sem ég beðin að sitjast niður með viðkomandi aðilum og taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að byggja upp bara við konan og ásamt starfsfólkinu og hvers konar félag hitt félagið, nýja félagið hvers konar rekstur þetta umsýsla? Þetta er bara skúffufyrirtæki í dag, þetta er ekki rekstri eitt eða neitt en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá
og til að gera langasögu stutta þá óska þeir eftir lögbanni ég noti Pálsson nafnið. Já, þeir fara til sýslumanns? Þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það voru lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga, sko gott og blessað, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverjum mánuðum síðan, leita til mín vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki, þá fara til sýslumanns og óska eftir lögbanni á notkunina á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðingar, tala við nokkur aðila og sagði þetta á ekki vera hægt vegna þess að það er ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona, til þess að það verður að vera ákveðin hætta og þú veist það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdið tjóni og svo framvegis, ekkert að því er uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég er búinn að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann. Já, það er það sem gerir fólk orðlaust og sko fólk allavega gerir mig og okkur sem er að starfa í þessu orðlausi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara, þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta er bara eins og ég myndi opna, ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem heitir Samstöðin og ég myndi hringi ykkur og segja, heyrðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki Já, bara breyta eitthvað og þá myndi ég segja bara, Palli minn af hverju ættu við að hætta með þetta þú ert í allt annað starfsemi og fyrir það, þetta er skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ég hringi í sýslumann ég segi, heyrðu, ég vil fá lögbann og sýslumann bara, já, þetta er bara fín hugmynd og og gefur mér svo lögbann á ykkur sem þýðir það að þið vera hægt að nota þetta orð Einmitt. og auðvitað eru hundruður ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkum rekstri þú veist, það er til fasteignasala, mjög góð fasteignasala sem heitir Betri stofan það er líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem heitir Betri stofan veist, og það er til fjölmörg svona dæmi, það er til fjölmiðl sem heitir Vísir það er til útgerð sem heitir Vísir þú veist, þannig að en þeir eru í sikvara starfseminni og ég veit ekki vegferðina sem eru í þeir eru að fara að stofna fasteignasölu og ætla að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja þessi geta ég skil þetta ekki ég næ ekki, en það er allavega komið lögbann á nokkun á Pálsson. Við þurfum að tala meira sýslumannin, sko. Fólk er fólk. Já, fólk er alls konar. Alls konar, ég er sammála því. Og maður bara, já, þú veist, you ain't seen nothing yet, sko. Einmitt. Bara, en opinbera stofnanir, sko, stofnanir sem eiga vernd okkur fyrir inngripi frá fólki sem hega sér með óskiljanlegum hætti. Einmitt. Við bara verðum að tala þess betur hennar sýslumann. Þetta lögbann sem að hann samþykir. Eðlilega fekk ég þrá ekki fyrir þessu. Bara ég fekk fréttirnar á föstudagsmorgni og ég bara ég náði ekki bara núna síðast. Ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig við komast að þessari niðurstöðu. Nei. Og ég óskaði bara eftir rökstuðning. Já. Þú ert með lögmann í þessu? Já. Og ég hafði samvætt í sýslumann. Reyndan á að tala að þessum ágæta manni sem að komst að þessari niðurstöðu. Bara hvað var það sem fekk þig til að taka þessa niðurstöðu, að fá þessa niðurstöðu. Ég fekk ekki, það var bara aðili í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann. Þú fari ekki rökstuðning, þeim ber enga skylda til að útskýra þetta eða rökstuða eitt eða neitt. Ég fæ ekki neinar upplýsingar, þetta er bara staðan. Og getur ekki áfrýjað þessu eða? Jú, sko, ég þekki ekki alveg sko, ég er fasteignasali og ég er mjög fókusur á því sem ég er að gera. Það er að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir. Ég er ekkert með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki, sko. Ég er ekki með heimabanka. Ég er með heimabanka nafnunni til. Ég hef ekki farið inn á hann í mörg ár. Konum ég bara sér það, af því ég er bara í mín einhvern veginn. Okay. Og og hvað það þeirra kemur á lögfræði og ég held að þeir munu vegferðinni svo að það mér verið stemt og mér ber skylda hægt að nota Pálsson og ég er bara svona að reyna að átta mig á því og ég er bara að spyrja lögfræðing út allan bæ að
hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vona að þeir bara ef þeir eru að hugsa að opna fasteignasölu þá er það bara besta mál. Ég hef ekkert að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinum eigin gæðum og eigin verðleikum. Það manni finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja þetta inn, ég fæ ekki í gegn það alltaf bara sagt, ég veit úr að hringja þú mátt ekki tala við hann ekki að fara útskýra neitt fyrir þér því að það er eitthvað sem mér yfirsist, það er eitthvað sem ég ekki skil ekki hvernig þetta sé hægt það var einn núna daginn það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýri Fossvogi sem heitir Fossin held ég það er til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn en það er enginn að biðja lögbann einhvers að nota þetta er mjög skrítin vegferð en maður fær mjög spennandi verkefni í lífinu eða ekki Jú, mjög spurðu æðrulaus með að við ég væri brjálaður ef ég sæti þarna í stólnuðinu Já en þú kannski bara leynir því svona vel það er þannig þetta er svona bland af ég hef rosa litla það er voru lítið rými í mínu lífi fyrir græðgi hroka og alls konar svona hegðun og og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni út frá bara viðskiptavinni sem sílar svona tilburði eru ekki rétt af fólki frá okkur þannig að mér finnst þetta meira spurningum að vernda að halda utan það sem maður hefur búið til Já, þetta er náttúrulega svo árás á eitt af þínum börnum eða átt börn þetta er það bara, og þetta erum við bara búin að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki sár og byrju hverjum dettur svona í hug og hvað ég vil ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég er ekki beðið það en þetta er skrítið lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum á þú sért í þessu en þetta er ekki einhver aðili sem að upphaflega sem á sökot við þig eða neitt þannig Ég hef aldrei hitt þetta fólk þau eru í óskildum rekstri sem eru í rekstri sem bera mjög svipanafn og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækjanafni og engin styrleiki persónulega milli þín og sýslumanns? Nei, bara ég er að eyða við vinnum mikið með sýslumann og samstarfsfólk við sýslumann varandi þinglýsingar og slíkt bara í okkar vinnu, gengur mjög vel þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega þannig að ég hef engar skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu. En ég vona lögmaðurinn komist yfir upplýsingar það hvernig þið geti brugðist við vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótta ákvarðanir gjörsamlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegis þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberri stjórnsýslu og þessi saga er hluti af svona brestum í ákveðnu ginnungagapi það skiptir sýslumann ég vona að setja hlusta á okkur þessi skrifstofu hans mjög miklu máli að hann aðhafist vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna líka í sama sviðsljósi og ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að við viljum sem að verður að vera gagnvart opinberri þjónustu þá gengur þetta ekki alveg bursið frá þínu persónu Sammála því og líka það til þess að setja lögbann að það þarf að vera eitthvað yfirvofandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni það þarf að vera, þetta er skilgreint í lögunum það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni ég er búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan þegar ég heiti þetta að í mörg ár og það er ekki eins og ég sé að fara að valda einhverjum öðrum tjóni Þú hefur verið töluvert vinsæll á meðal fjölmiðlunga voru oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum
Ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa unnið nótt og dag og baki brotnu og það er nú sennilega stærsti lykillinn, en það er örugglega komin svona jákvæð goodwill, inneign inn í þetta nafn og það er náttúrulega annað sem hlýtur að vera óþolandi, tilhugsunin einhverja aðrir, bara menn út í bæ, þeir taki góðvild hjá almenningi gagvart nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana. Þeir hljóta að hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki. Það hlýtur að vera einhver önnur ástæða heldur en bara reyna að vera óheiðalur. Það hlýtur að vera einhver sem, og ég hef svo erfitt með að skilja það. Jú, þeir eru með rekstur sem ber mjög svipana og ekki alveg sama. Nei, en þeir eru óskildum business. Og ég meina það er skip út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmiðla brölt ég hef alltaf passað mig á því og þetta er einhver fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég er aldrei að tala sjálfa mig ég vill ekki ég er ekki að mæta til þín til að reyna að tala mig upp eða niður ég er fyrst og fremst að gefa upplýsingar fólk hefur mikið áhuga á þessu ég er að nördast í þessu frá degi til dags og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar og þetta er fyrsta skiptir sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra eitthvað sem ég lendi í en til að vekja athygli á raun og veru bara sýslumanni í raun og veru í þessu bara gagnrýni á þá og líka það að ég fá ekki eins og svarið sem ég fékk þeim ber ekki rétt eða skylda rökstyðja það sem þeir að segja en ég segi bara mér finnst ég samt skilið að vita út af hverju það var bara lögð til gögn það var lögð til gögn frá báðum aðilum það voru sín dómafordæmi og annað slíkt það er bara ignora í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörðun en ákvörðun er röng og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig á að þetta sé þitt einkamál. Mér finnst að við almenningur, við þurfum öll að vita hvað er í gangi vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert það þolandi gagvart, það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum og þegar umræðir opinbera þjónustu, þegar umræðir traust til sýslumanns, þá er þetta ekkert smá mál. Og svo kannski ágætt að halda þig til haga þá var ég sem bað þig að koma hingað í þáttinn út af því sem þú sagðir áðan með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál og ég er ekki til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðarlegan áhuga á þér ég er að reyna að tilgangur með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig er að við lítum á þetta sem mál sem varðar okkur öll vegna sem mér finnst að svo sé. Ég meina þetta er bara ef að þetta er leyft og þetta er eins og ég segi, ég sé ekki alveg hvað þeir sjá ég er búin að reyna að fá upplýsingur það hvað allir gerist það í kjölfarið hvað fer fólk bara stunda þetta fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskættu lögbanna og sýslum það bara það er bara fín hugmynd Akkurat menn gleyma oft því sem kemur á eftir með lögum skal land byggja en með ólögum land eyða og það þarf að það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá sýslumanni og kannski reyni að ná sambandi við sýslumann á morgun þannig að hann komi að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli en við þurfum allavega svör. Já, allavega, ég veit ekki hvað gerist þetta. Ég er svolítið að bíða, við erum búin að vera að bregðast við þessu lögbanni og eru svona að reyna 8 gráði hvað við megum og hvað megum ekki, Nú náttúrulega á ég er til dæmis með kerru og sendibíl sem ég lána fólki, þeir eru að flytja. Það er merkt okkur, ég er ekki að rukka fyrir það sérstaklega, þetta er bara hluti af þjónustunni. Og þó að fólk sé ekki að versla við okkur þá lánu þetta samt það er merkt ef að taka það niður eða svona reyna að átta sig á því er ég að fara að taka nafnið mitt niður af hinum og þessum stöðum þannig að ég þarf að bregðast við ég bara þarf að bregðast í það sem ég har sagt að gera en það er mikil synd
Þetta nánast kafkaísk staða sem komin upp. Já. Ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel. Já, ég vona það bæði líka. fyrir mig og þá og alla. Þú veist, ég vona að þessir ágætu menn finni hjá sjálfum sér að það enginn að græða á þessu. Enginn, þú veist. Þannig að það það sem ég vonast til. Já, ég tek undir það, vonandi fær þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar, en Páll Heiðar Pálsson, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig bransann, fasteignabransann, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem þú svona á persónulega nótum að tala sjálf þig. Það hefði verið gaman að eiga við þig spjalla eitthvað skemmtilega en þetta, en þetta brýnt efni að ræða. Og vonandi rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess að fá svona móttökur. Já, mér ekki vænt að þú hafði samband og bóðað minga að þess að ræða þessi mál og þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál, svona öðruvísi mál. Takk fyrir, gangið þið vel. Kæra þakkir. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, dagskráin rétt að byrja, ekki fara langt, auglýsingar og svo höldum við áfram. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.